Í þessari stuttu samantekt verður fjallað sögu Hvítasunnu-kirkjunnar Fíladelfíu Reykjavík og vegna þess hversu efnið umfangsmikið verður stiklað á stóru. Fyrsta Hvítasunnu-kirkjan í Reykjavík var stofnuð 1936 þegar leiðtogi norsku Hvítasunnu-hreyfingarinnar T.B. Barratt hélt þar samkomur með þeim Erik Eiríksson og Ásmundi Eiríkssyni. Eiríksson var þá kosinn forstöðumaður safnarins. Árið 1937 var húseignin Hverfisgata 44 keypt. Samkomuhúsið var ekki glæsilegt á að líta, það var lágreist bakhús sem gert var upp sem samkomuhús. Yfir dyrunum stóð Fíladelfía. Árið 1949 var Ásmundur Eiríksson kosinn forstöðumaður safnarins og var hann það til 1970. 1950 var mikil trúarleg vakning í Fíladelfíu og voru 46 manns skírðir inn í söfnuðinn. 1951 voru alls 200 manns skráðir í söfnuðinum. Þess má geta að árið 1945 voru 56 manns á skrá í söfnuðinum. Kom svo að því að hús safnaðarins að Hverfisgötu 44 var orðið of lítið. Ásmundur var stórhuga og fór að svipast eftir lóð fyrir nýtt samkomuhús. Guð birti Ásmundi lóðina við Hátún 2, þar sem ein myndarlega kirkja Hvítasunnumanna stendur nú. Það sætir raun furðu að söfnuður með 300 manns skyldi ráðast í slíka byggingu. Fyrsta skóflustungan var tekin 17. ágúst 1957. Nú fór öll orkan í að binda steypujárn og hræra sementi við möl og sand. Peningar hreyfingarinnar dugðu skammt. Nú þurfti meira fjármagn og fór Ásmundur forstöðumaður til Svíþjóðar að fá lán hjá Hvítasunnu-hreyfingunni þar. Þegar heim var komið skellur á verðbólga og mátti því ætla að fjárhagur hreyfingarinnar færi í kalda kol. En þegar kirkjubyggingin var vígð 19. október 1969 var hún nánast skuldlaus. Ásmundur Eiríksson vildi efla áhrif hennar til dæmis með því að hún myndi feta í fótspor sænsku Hvítasunnu-kirkjunnar og setja á stofn sérstakan sparisjóð til að ávaxta fé safnaðarmeðlima og annara sem treystu honum fyrir ávöxtun peninga sína. Sparisjóðurinn Pundi var stofnaður af Hvítasunnumönnum árið 1959. Árið 1982 var Pundið innlimað í Sparisjóð Reykjavíkur og nágrennis. Einar J. Gíslason tók við starfi forstöðumanns Fíladelfíu Reykjavík 29. september 1970 og gegndi því til ársins 1991. Rödd Einars náði eyrum fólksins vegna opinskárrar og væmnilausrar boðunar. Það orð sem að hvílir á hjarta mínu til að flytja ykkur hér í dag í þessar örfáu mínútur sem ég hef hér til umráða, það raunveruleg Hvítasunnu orð og það að finna í Matteusarguðspjalli í 3. kapítóli og versun nr. 14. Í tilefni 50 ára afmælis Einars 1973 var Samhjálp athvarf fyrir áfengissjúklinga stofnað. Starfsemi Samhjálpar jókst jafnt og þétt og rekur Samhjálp meðal annars meðferðarheimili að Hlaðgerðarkoti í Mosfellsbæ og kaffistofu í Borgartúni fyrir þá sem minna mega sín í samfélaginu. Einar var forstöðumaður í Reykjavík til 1991. Við starfinu tók Hafliði Kristinsson og gegndi því til 1997. En þá tóku hjónin Vörður Leví Traustason og Ester Jakobsen við starfinu. Vörður var forstöðumaður fram á vor 2014. Eða í 17 ár. Við ráðningu í starf hans var ákveðið að gera skipulagsbreytingar og í stað þess að ráða forstöðumann og aðstoðarforstöðumann voru ráðnir 2 forstöðumenn sem skipta með sér störfum. Helgi Guðnason sem hafði árinu undan starfað sem aðstoðarforstöðumaður í Fíladelfíu og Aron Hinriksson sem hafði veitt forstöðu í Hvítasunnu-kirkjunni á Selfossi síðan 2003. Fíladelfía hefur frá upphafi lagt áherslu á mikilvægi persónulegs samfélags við Jesú Krist og að fylgjendur hans leitist við að ganga hans veg og vinni að því að gera samfélagi sem það býr í betra. Við trúum að allir hafi sérstakar gjafir frá Guði sem kirkjunni og þjóðfélaginu öllu eru nauðsynlegar til að vaxa og dafna. Nafni Fíladelfía merkir bróðurkærleikur og hefur frá upphafi verið lögð áhersla á náungarkærleika og stuðning við þá sem minna mega sín. Kirkjan hefur alla tíð verið með nútímalega framsetningu á boðskap trúarinnar þannig að fólk á hverjum tíma geti skilið boðskapinn fagnaðarerindið sem aldrei breytist. Birtist það ef til vill skýrast í tónlistarstarfi kirkjunnar.
Tónlist hefur ætíð gegnt stóru hlutverki í sögu hvítesunnuhreyfingarinnar og hafa hvítesunnumenn verið þekktir fyrir öflugt og gott tónlistarstarf. Árið 1950 tók Árni Arenbjarnarson við starfi söngstjóra kirkjunnar aðeins 17 ára aldri. Gegndi hann lykilhlutverki í uppbyggingu tónlistarstarfs kirkjunnar sem hún býr enn að. Í hans tíð var meðal annars keypt stærsta pípuorgel landsins sem var vígt 1975. Árni lét af störfum 1990 og nokkru síðar tók Óskar Einarsson við hlutverki tónlistarstjóra. Óskar hefur haldið áfram metnaðarfullu tónlistarstarfi. Með Óskari komu inn nýir straumar í tónlist og einkennist tónlistin í dag af kröftugri lofgjörð og gospeltónlist. Óskar hefur meðal annars stýrt tónlistarflutningi á vinsælum jólatónleikum kirkjunnar sem sýndir hafa verið í áraraðir á stærstu sjónvarpsstöðvum landsins. Kirkjan hefur einnig verið framalega í notkun á nýjustu tækni hvers tíma. Beinar útsendingar frá samkomum hófust undir lok síðustu aldar og nokkru síðar var farið að senda út sjónvarpsútsendingar á netinu. Í dag má nálgast upptökur frá samkomu bæði á vefsíðu kirkjunnar og á snjallsíma appi hennar. Markmið kirkjunnar og verður áfram að kynna sem flesta fyrir trúnni á Jesúm Krist og aðstoða fólk við að byggjast upp á göngu trúarinnar. Fyrstu 80 ár kirkjunnar hafa verið fjölbreytt og spennandi ævintýri. Guð hefur verið trúfastur bæði í meðbyr og mótbyr. Við horfum með eftirvæntingu til þess tíma sem framundan þegar við göngum áfram saman inn í áætlun Guðs fyrir kirkjuna.